Góðan dag, hvað segir þið gott? Það er alltaf eitthvað að vera, ekki? Snjórinn að hverfa og svo framvegis og það er svona að fara að vora í lotti og þá fer svona fljótlega alltaf að fara í gang í náttúrunni og við förum að sjá svona græna slíkju á grassinu. Það er svona sinn vorboði, ekki? Það skiptir ekki máli, vorboðið eða ekki, en þetta kemur bara þegar það kemur og við getum alveg að vera bara tilbúin eða ekki tilbúin og ef við fáum þetta nú samt yfir okkur. En við vitum alveg að þetta er bara hringrás og núna erum við á þessum stað í þessar hringrás. Svo heldur hún áfram, svo kemur sumarið og með því veðri sem það býður okkur, verður það gott eða ekki, ég veit það ekki. Og í sjálfu sér velti því ekkert fyrir mér, ég hef aldrei gert það. Ég er einn af þeim sem að velti veðri, já, sama og ekkert fyrir mér. Mér finnst það bara ágætt. Því að þannig líka er það hér á Íslandi að það er aldrei sama veður. Og ég hef aldrei látið veður neitt þannig séð hamla mér. Ef maður ákvað, eins og maður gerði nú stundum hérna áður fyrr, að fara í einhverja ferðir. Þær voru yfirleitt dagsettar fram í tíman. Og þann dag var bara fór við. Hvernig sé viðraði? Kom fyrir að við fórum í ekkert í góðu veðri. Áttum að bíða á okkur veðrið. Af hverju? Svo þegar við komum þangað sem við ætlum að koma og næsta dag eftir þá kom þetta fína veður og það hélst það sem eftir var og það var allt til að aka í þessu færi. Það var ekkert að því. Þannig að það hefur ekki verið minn vandi svona í gegnum tíðina að velta þessu mikið fyrir mér. En sumir gera það, veistu af hverju? Það er ekki allir eins. Og sumir eru að velta allt og miklu fyrir sér. Og svo miklu að það verður aldrei neitt neinu. Ert þú þar? Ég segi við þig ekki vera þar. Því að ég og þú og við eigum að vera menn verkana. Ekki menn tómara hugsana og stoppa þar. Sumir eru þar og það eru bara sannleikur. Ég vil ekki taka þátt í því. Það er svona, já, verkakall, má segja. Ég hef alltaf verið að gera eitthvað, alveg sem ég man eftir mér. Og ég kann því mjög vel að vera að gera eitthvað. Ég veit ekki með þeir, kannski leiðist þér allt sem þú gerir. Þá er þú þunglynd manneskja ef það er þannig. Þannig að ríðu það af þér. Og það hefur maður séð, þetta getur maður alveg dottið inn í eitthvað þunglynd og allt saman það, en ég get alveg sagt þetta að ég er fljótur að rífa mig út úr því aftur. Þar ég hafa verið í. Örugglega ekkert meir en aðrir, já, maður getur alveg svolítið að hafa fyrir því. Ég er alveg tilbúin til að taka það með verkefnið. Þegar rífa sig frá svona þanga og upp í aðeins skárið þanga, það er bara verkefni. Og eins og ég segi, ég er alveg tilbúin til að taka það með alls konar verkefni og hef gert það í gegnum tíðina. Og það er nú líka þannig að þó að kannski erfitt sé innan gæsalappa, ég nefnir nú ekki einu sinni að nefna þetta orð erfitt, já. Það er ekkert erfitt, allavega er ekkert svo erfitt að mig ekki leysa. Það hef ég lært í gegnum tíðina. Þannig að mér er ekki vel við að vera að tala erfitt. En sumir eru bara fastir þar. Það er allt svo svakalega erfitt. Þunglyndi, aftur, og ekkert annað. Þunglyndi af neikvæðni og ekkert annað. Við getum vanið okkur allir neikvæðni. Vitið það að við getum vanið okkar af öllum ósiðum og neikvæðinni er ekkert annað en ósiður.
baneitraður ósiður. Þegar neikvæðni, þú nú kannski, já þú náttúrulega tekur ekkert eftir því ef þú ert þessi neikvæða manneskja, en ég segi það, ef þú ert neikvæður og þú kemur, þá sogar allt líf úr umhverfinu sem þú ert í, vissirðu það? Þú voru að passa þig á hver þangiðin og líka passa þig á hvað þú ert að tala. Þú vilt ekki vera inn í neikvæðu umhverfi og þú ert að tala út alveg við hvern sem heyrir og þá ertu bara áfram í neikvæðu umhverfi. Býrð til neikvæðni og þú býrð til jákvæðni. Og á hvað venur því, ég veit það ekki, en ég reynir nú að venja mig á hitt og ég nú yfirleitt þar. En yfirleitt þá bara liggur ágætlega á mér, nú liggur vel á mér og sungið. Ég get alveg tekið undir það. Ég nú yfirleitt þeim megin og ég kann bara miklu betur. Maður veit alveg af hinnu og veistu af hverju. Ég er manneskja eins og þú. Hvorki betra að vera manneskja en þú en manneskja. Þar erum við alveg samtaka í þessu. Kannski trúir á Jesú. Og þá má spyrja, hvernig sýnirðu trúðina? Með baktali, þá segi ég við þig, þú ert að blekkja sjálfan þig. Baktal á ekki heima í ranni Drottins. Þannig að þú skalt venja þig að því og byrja núna. Það er miklu betra að tala bara vel menn og þú getur líka vanið á það. Þetta er allt spurning hvað ég er að venja mig. Maður þurft að glíma við þetta allt. Og maður er komin á þann stað sem maður er komin á. Vegna þess að maður unnið þessi verk sem þarf til að koma sér þangað og það getur verið átök. En ég segi það og ég tala reynslu, það gerir þetta enginn fyrir þig. Ef þú vilt ekki gera það sjálfur, veistu hvað þú ert þá? Ég kalla slíka menn flóttadýr. Alltaf að flótta, alltaf að flýja, alltaf að hörfa. Á hverju? Það er sumir kunna ekkert annað en að hörfa, flýja. Þetta eru miklir og merkilegi kallar, svona innan aðra, en þetta eru bara flóttadýr. Alltaf að flótta, alltaf að skipta, alltaf að breyta. Þetta núna og annað á morgun. Og ég segi, þetta er ekkert líf. Ég segi að ég þekki þetta mjög vel því að þarna var ég allt of lengi. En með Guðs hjálp, þá fór maður að stoppa. Og með Guðs hjálp, og ég er náttúrulega blessaður maður af, er ég búinn að vera inn í kirkjunni yfir 30 ár. Í alvörunni. Ég fór inn í kirkjuna 2000 og ég er ennþá inn í kirkjunni. Og frá þeim tíma hef ég starfað í kirkjunni. Það hefur verið mitt starf í allavega tíma. Það er gott starf. Ég er bara mjög þakkláttur fyrir að hafa fengið þetta starf. Já, þetta er mjög gott starf. Það er áreynslulaust. Það er ekkert áreynslulaust. Þú þarft að hafa verið öllu. Ef þú vilt ekki vinna þá áttu heldur ekki mat að fá og þannig talar orðið. Og það að vinna verk Drottins, það er verk. Þannig að verkin er út allt og þú sleppur aldrei við þessi verk. Það er bara ekki hægt. Lífið býður bara ekkert upp á eitthvað slugs og hangs. Og þeir menn sem eru þar, í slugsi og hangsi, þeir eru þunglindar manneskjur. Vissirðu það? Þannig að það er víða. En það er þetta losna læknast af þessu öllu. Og þú átti trú. Já, þú átti trú. Þegar Drottinn fyrir ekki til eitt manngreinar álið. Hann tekur menn og þeir gefur þessu alla verkefninu. En ef þú ert ekki með opið á hann, þú getur verið að loka og opna á milli, en þá náttúrulega nærði aldrei neinum árangri þarna frekar en nokkur staðar annar staðar. Og ekki viltu það, ég bara veit það, ég þarf ekki eins og að spyrja þig. Og við erum annarkvort trúaðir eða ekki.
Við eigum til trú í hjartan okkar. En segðu mér, hvaða trú það ef þú birtir hann aldrei? Hvers slags trú það? Það talar þetta í einhverjum bréfunum. Sýn mér trú þína án verka og ég skal sýna trú mína af verkum. Þetta magna. Hvaða verk ert þú að sýna? Birtaðu trúna á Jesú. Já, ég bið það, já. Ef þú gerir það, þá segi ég bara til hamingju með það. Því það ábæði ég að þú að gera. En þessi, ég man ekki hver það var sem sagði þetta. Var það Pétur? Nei, ég held að ekki, það skiptir ekki máli. En þeir voru eitthvað að svona benda á hann, þennan mann, þennan einstakling sem sagði orðið sem ég sagði á hann. Hann segir, sýn mér trú þína án verka og ég skal sýna þér trú mína af verkunum. Þeir voru eitthvað að kýta þetta. Hvernig sýn ég trú mína með verkunum? Til að mynda þessu verki. Þetta trúin mín sem að tala. Trúin á Jesú sem að tala þarna. Og ég elska að tala verkin sem Drottinn hefur fengið mér í hendur og treyst mér fyrir. Það ekki flott að maður skulle eiga þetta traust hjá lifandi Guði? Ég myndi segja það. Þetta það sem við getum gert. Ég get það, þá getur þú það líka. Það engum gefin eitt meira en öðrum. En munur þarna eftir hverju erum við að sækjast. Viljum við bara vera gömlu glötuðu töffararnir ekki neitt? Eða viljum við virkilega taka á hlutunum? Ég vil taka á hlutunum í Jesú nafni. Ég hef engan áhuga fyrir gamla töffararnir. Hann bara dauður og má vera dauður áfram og verður dauður áfram. Þannig að við þurfum að temjast við það sem orðið að segja. En svo það spurningin. Þekkjur orðið? Ertu eitthvað í orðinu? Ertu eitthvað að pæla í þessu orðið? Já, segirðu, jú, ég að því. Leyfðu því að opna hjartað. Það lykill að lausn. Ekki vera bara með þetta í munni þér, leyfðu þess að fara í hjartað. Það trúin sem að tala núna. Hún talar svona til mín. Hún hefur fengið að gera þetta fyrir mig. Og uppskeran mikil. Ég segi það og stendi það og sumir vita það og staðfesta að ég búin að vera í allan þennan tíma við þetta. Og það í sjálfu sér ekki trósunarefni. Bara, ég byrjaði fyrir, 30 eitthvað árum og Guð hefur gefið mér heilsu og svo líða árin. Og svo eru þau liðin. Ég náttúrulega eldist. En trúin vex og yngist upp af því að trúin vex. En áfram skal haldið. Á hvaða leið? Þessari leið sem ég komst í raun og veru á árið 1989 þegar ég frelsaðist. Þetta sama leið sem ég á, en svo kom ég inn í kirkjuna, já eins og ég segi, árið 2000. Ég átti ekkert von á því að ég myndi enda þar. Ég náttúrulega bað það eins og þú líklega að fá að starfa í Jesú nafni. Hann bara tók mig orðinu. Hann bara setti mér í kirkjuna og ég þar enn. Að sýsla þar. Þessu og einu. Og aldrei verkefnalaus. Og hvernig getur verið verkefnalaus með sjálfan Drottinn yfir sem allt í öllu? Hvernig geti verið verkefnalaus þegar Drottinn segir að vinni fyrir hendur okkar, mínar hendur og þínar hendur sem trú? Hvernig hægt að vera verkefnalaus með þessa vissu yfir sér og þetta staðan? Ég ekki verkefnalaus. Og ég veit að þú sem þekkir Jesús, alveg eins og ég, ertu heldur ekki verkefnalaus. Við höfum yfirrið nóg að gera. Það hefur nú komið fyrir að maður beðist undan verkefnum. En yfirleitt þá ger ég það ekki. En einu sinni man ég það og maður þarf að passa sig á því hvað maður segir. Einu sinni rak ég mig á það að ég var eitthvað að kvarta við Guð. Ég veit að þú gerir það aldrei, en ég gerir það þarna. Ég hef lært mér að leksíu þá.
Ég sagði með Drottinn minn, ertu ekki til í að bæta aðeins við mig verkefna? Og ég fekk svoleiðis verkefni mín Heri að ég held ég var að drukkna í þeim og ég er ekkert að segja neitt ósatt hér, þetta var svona og ég, Drottinn minn, ég var nú kannski ekki alveg að meina þetta svona. Ég sagði þetta líka þegar ég var að drukkna í verkefni, ég hafði engan tíma til að sinna þessu, það var svo mikið. Ok, og þá fór aftur að hægjast og svo komst ég aftur á þann stað sem ég var á, þar sem þetta er bara jafnt og þétt. Þetta er að þjóna Guði. Hann heyrir og hann heyrir bænir. Manst það? Ég sagði það og staðfesti það. Ég bað hann meira. Ok, við skulum látum hann hafa meira. Þangað til hann vera stinni undan því. Og ég stundi undan því. Þá dró hann í land aftur og ég lærði mína leksju þá. Ég man eftir því. Og ykkur að segja, ég veit að þú ert ekki hræddur við neitt, ég sé það á þér. En þá hef ég ekki þorað að biðja hann aukin verkefni. Svo fyrir auðvitað það þá hefur hún sýnt það alveg lón og dón og aftur. Þú þarft ekkert að biðja hann neitt. Þú ert bara í hans ranni. Hann kallaði þig til að gera eitt og annað og hann sér bara það. Þetta er mín reynsla af Guði. Þess að ég segi og stendið að ég er aldrei verkefnalaus. Það kemur alltaf alltaf einhvað á mína fjöru. Og fyrir mér er hvert nýtt verkefni nýtt. Já, ég hef aldrei gert þetta áður. Ég er mikið í að skrifa eins og þú kannski veist. Og hvernig stíll er eitthvað verk sem ég hef aldrei gert áður. Ég lít þannig á það og þannig raunverulega er það. Þannig að maður alltaf bara í einhverju nýju. Og ég, og líklega þú líka, við elskum að vera í einhverju nýju. Við viljum ekki vera hangandi í einhverju sömu tuggu alveg endalaust. Sumir kannski eru það. En ekki ef þú ert í Guði, þá ertu alltaf í einhverju nýju. Með öðrum orðum, þá upplifur þetta með þeim hætti og þú sért að gera eitthvað nýtt. Ég veit ekki með þig, en ég kann því bara vel. Mér finnst það mjög gott að vera eitthvað í nýjum. Ég hef alltaf verið þannig, ég hef alltaf verið svolítið nýjung og gett hvað verk varður. Það held ég get nú alveg, ég held að ég eigi það nú alveg. Þetta er nú svo sem ekki neitt hrósunar efni. Bara þessi dagur er í dag og þessi dagur er að krefja mig verk og hann vill að ég skili einhver ákveðnu verki, getur verið rútínuverk, en þó ekki rútínuverk, því að, eins og ég var að segja áðan, þá er þetta alltaf, ef þú upplifir þetta þannig að þetta sé nýtt fyrir þér, og það má alveg segja það að þetta sé nýtt í Jesú nafni, sem þú var aldrei gert áður. Ég hef aldrei skrifað þennan stíl áður. Það er ekki rétt hjá mér. Það er svona sem ég upplifði þetta. Og þetta er eitthvað sem Guð gefur manni. Og hann veit alveg hvernig ég er, hann veit að mér líkar þetta vel. Ég bakka ekkert með það, að þetta er mjög gott. Þannig að ég segi það og hef sagt það oft, að það er gott að þjóna Guði. Ég segi það líka, ég sé ekki eftir degi sem ég hef varið með honum. Og ég segi það líka að eftir daginn þá er maður alveg eiginlega búin að fá nóg. Og það er líka gott. Ég er yfirleitt komin snemma upp og ég er yfirleitt að til svona 4-5. Bara frá því ég byrja kannski, milli 7-lítið og nú viltu spyrja mig hvað er alltaf að gera og ég segi við þig, ég nenni ekki að svara því. Ég nenni ekki að vera að útskýra það hvað ég er að gera, en ég er alltaf eitthvað að gera. Og ég ætla ekki að biðja þig það að útskýra fyrir mér hvað þú ert að gera, því mér varðar ekkert það. Ég bara blessa góð verk þín og það sem þú ert að gera, ég tala nú ekki það í Jesú nafni þá þarf ég ekkert að spyrja þig að því að það er eitthvað til góðs, ekki til ills, sumir eru þar. Hvað er rægitunga, annað en ill tunga? Hvað er rægitunga, annað en bitur og heift í hjartanu? Ekki guðlegt, svo mikið veit ég. Það er margt sem við þurfum að losa okkur við.
Þetta vegna þess, og þú veist það nú alveg vel og ég, að það er synd í heiminum. Og ég get sagt þér það að syndin hún elskar rægitunguna. Vissirðu þetta? Nú veistu það. Syndin elskar rægitunguna. Og hvað er syndin? Satan. Og þú vilt ekki þjóna honum. Og þú vilt ekki þjóna honum, þá skaltu heldur ekki þjóna honum, og til að vera alveg öruggur, þá skundar yfir til Jesú. Þú þekkir Jesú, ert ennþá svona á þeim stað, út upp og niður í þessu nafni. Hífðu þau upp. Og þú munt aftur upplifa þennan fögnuð sem þú þekkir. Þú veit alveg hvernig hún á að gera þetta. Við þekkjum fögnuðin í Jesú. En stundum meira við ekki þar. Allt er reynslu og reynslan er að tala núna. Eitthvað sem þú getur byggt á. Og færið til að sleppa ýmsu sem að þér eru kannski gengið illa að sleppa. Ég er búinn að vera við þetta núna yfir 30 ár. Þetta er smátt og smátt komið. Upp í það sem maður er í dag, þannig að maður er langt síðan maður komst á þann stað að manni verður ekkert haggað. En núna er maður komin á þann stað, fyrir margt löngu en okkur síðan, að maður er ekkert að fara neitt. Hvar ert þú? Þú ert að horfa til vinstri og hægri og þér líst ekkert á þetta hérna. Getur svo sem farið þú vilt, en ég segi, ef þú ferð með þetta hugafar, þá er pottþétt. Það sama tekur við það. Það er nefnilega lærdómurinn hjá okkur, þessu kristnumönnum, að við við gerum ekki neitt. En Drottinn byggir þetta upp þannig að þú getur sagt eins og ég, að ég er ekkert að fara. Og mér finnst það að vera góð staða. Þetta er í sjálfu sér alveg ný staði fyrir mig að vera þarna. En reyndar er hún búin að vera núna í nokkur ár, allmörg ár. En fyrir allmörgum árum þá var ekki þessi staða uppi. Maður var alltaf að líti í kringum sig og já, það er miklu betra þarna. En ég er hættur að líti í kringum mig og ég er hættur að segja það er miklu betra þarna. Ég veit að ég er ekkert betra. Og þú veist það líka. En samt ertu eins og ég segi ennþá í hlaupaskónum og vilt ekki taka það á þér. En þeirri stund kemur, ef þú heldur áfram, að þú bara, þeir verður alveg saman um þessa hlaupaskó. Þú ætlar bara að gera vilja Guðs. Já, vilja Guðs. Og vilji Guðs kom þér fyrir hér, eða það sem þú vertu þar áfram. Því Drottinn er ekkert að leika sér neitt þegar hann setur þið þangað eða setur þið hingað. Það sem mann settið inn, vill hann þú sért. Þetta er, ég er búinn að vera í 3 kirkjum, síðan ég komst inn í kirkjuna árið 2000. Þannig að þú sér að það er ekki mikið að marka þennan mann. En þetta hefur verið ferlið. Ég byrjaði þarna. Reyndar vissi ég alltaf að ég er þar ekki nema í ákveðin tíma. Ok, allt í lagi með það. Ég fer hana. Og svo er ég núna hérna. Og er orðin mjög rótfastur við þetta í dag. Mjög rótfastur. Það held ég að menn geti tekið undir með mér sem eru hérna, já, með mér hérna. Þetta er bara ferli. Þannig að þú sem ert nýkomin inn, ert skimandi í allar áttir. Þú kemur hingað, ákveðin í að vera það. Núna ert að fara, vegna þess að þarna var ekkert sérstakt. En þú varst að koma á öðrum stað, út af nákvæmlega sömu ástæðu. Þannig við erum svona svolítið viljalaus verkfæri. Og það er engin, það er semst ekki til að hafa áhyggjur af, ég get gjort þér ekkert gert því, en þú átt Drottinn í hjarta þér. Leyfðu honum bara sjá þetta. Þú ert að horfa á mann sem að fékk uppbyggingu, gerði ekki neitt sjálfur, passaði sig á því,
Núna á maður á öfluga trú, mjög öfluga. Og það er raun það stærsta, mesta sem ég hef eignast á minni ævi. Það er þessi öfluga trú sem er komin fyrir nokkru síðan, en hún er komin. Og ég stoppa, er ekki að fara neitt, er satt við að vera það sem ég er. Og það er sigur fyrir kalla eins og mig. Ég geti alveg lofa þér, og hvað er þú? Já, eins og ég segi, þú ert ennþá horfandi í kringu þig, ekki ánæður hér, varst heldur ekki ánæður þar og komst þess að hingað. En núna er þetta jafnilega pæli að fara. Þetta heitir á góðri íslensku rótleysi. Ég segi við þig, taktu upptaki, vertu áfram og vittu til, eftir langan eða stuttan tíma, verður þú bara sáttur, bara alveg eins og ég. Og hættir að horfa á þennan ófullkomleika sem þú sér í annarri hverju manneskju. Og hættir að horfa á það. Já, við segjum bara þeir eru það. En Drottinn er að byggja þig upp á meðan, inn í öllu þessum kringumstað. Svo allt í einu ertu komin á þann stað að já, ég er ekkert að fara neitt. Og ef eitthvað vill fara þá má það, ég ætla ekkert að fara með honum. Það er nóg verkefni hérna, fullt af verkefnum hérna sem það er að sinna. Og ef ég sinni þeim ekki, þá segi ég þér það er skarð fyrir skildi. Það er, ef þú skoðar til dæmis kirkjuna, störfin í kirkjunni, það er víða skarð fyrir skildi. Hvað er ekki hægt að ráða menn í þetta? Jú, þeir eru ráðinir í þetta, þeir eru farnir. Og það tekur tíma að koma mönnum aftur inn í þetta embætti. Við veljum engan í embætti, Drottinn velur það sjálfur. Ef við erum að velja í embættin, þá má búast við því að þetta eru menn á hlaupaskóm. Og þeir eru farnir eftir smá tíma. Og þetta er líka það sem við höfum séð. Það er ekki rétt. Það eru stoðirinn í öllum kirkjum, það er rétt. Og það eru stoðirnar sem halda öllu gangandi. Þú átt að vera stoð. Þú átt ekki að vera gjammari. Þú átt að vera stoð. Þú átt ekki að láta hvísla í eyrið þér, alls konar. Þú átt að vera stoð. Stoðin, hún lætur engan hvísla neitt í eyra sitt. Við stakkur, hún veit hvað hún á að gera, hún veit að hún á að vera í þessu og hinnu. Hvíslarinn hefur ekkert með það að gera og hefur því ekkert að segja og ekkert til mála að leggja. Þetta er eiga trú sem hefur fengið að rótfestast og byggjast upp í hjartanu. Hjartað. Það er lykill. Þannig að við sjáum að við höfum þetta allt í okkur. En hvað við erum að gera, það veit ég ekki. En ég segi það, tíminn vinnur með okkur. Já, eins og ég segi, þá er ég búinn að vera við þetta síðan 2000, eða nú að vera 40 ár. Það er svona styttast í það. Það er engin árangur. Ég er ekkert hreykin af því. En ég er búinn að vera í þessu í öll þessi ár og ég hef alltaf tekið þetta alvarlega. Þannig að maður þekkir öll þessi ferli. Maður þekkir að hafa verið í hlaupaskónum eins og ég kalla það og vera búinn að losa sig við hlaupaskóna og eiga til þessa festu. Hver er minn þáttur þá? Hann er engin nema hann að ég hélt bara áfram. Að ég vildi og viðurkenndi það að þetta væri það besta sem ég hef hingað til fengið. Og það hefur ekkert breyst. Og ég veit að þú segir það sama, þú komst inn kannski fyrir stuttu og þú sást Guð og þú fylltist fögnuði, alveg eins og ég, en svo byrja að ganga. En hafðu ekki ágjör á henni, treystu bara Guði fyrir henni og hlustaðu á reynsluna. Komdu út úr kjaftaganginum, því hann verður í kringu þig. Komdu út úr kjaftaganginum og einhentu þér
í kirkjuna og vertu svolítið svona með þeim sem að þú sérð að gera rétt verk í kirkjunni því að þú metur það sjálfur og veist alveg hvað ég að tala um. Því að þetta það sem þú vilt. Ég veit alveg hvað menn vilja. Ég veit líka að menn ger ekki alltaf það sem rétt. Og það nú eitt af því sem að trúin vil kenna okkur. Nú vil kenna okkur að gera það sem rétt. Og, já, hvað ég bara tala svo lengi. Þetta hefur aldrei verið gaman. Ég ætla bara svona aðeins að kíkja á vélina mína. Að þú fær í gang. Hún gengur fínt. En það nú bara þannig með allt svona, það þarf að stoppa. Og við stoppum bara hér. Gerum þetta alveg örugglega aftur og veistu af hverju ég hef svo gaman að þessu. Fyrir þig að því þú hefur svo gaman að þið hlusta á þetta.